Festa er sem sagt miðstöð sjálfbærni og samfélagsábyrgð og við erum frjálsfélagasamtök sem ekki rekin í hagnaðarskyni og við sem sagt erum rekin á ársgjöldum aðildafélaganna okkar og aðild að festu eiga alveg minnstu og stærstu fyrirtækin á Íslandi en líka stofnanir og eins og Umhverfisstofnun, Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík og núna nýjasta aðildafélagið okkar sem Seðlabanki Íslands. Þannig að við leggjum svona áherslu á að við erum að fræða og við erum að mennta okkur sjálf og okkar samfélag hvað sjálfbærni og samfélagsábyrgð, hvað þetta þýðir fyrir hina ólíku geira og hluta af íslensku samfélagi og atvinnulífi. Höldum námskeið og erum með tengslafundi bæði sem loka bara fyrir aðildarfélög en líka tugi opinna funda og hvatningaverðlaun til dæmis á ári. Síðan erum við líka það sem við köllum kröftugt leiðarljós. Við viljum vera kröftugt leiðarljós. Það er að segja að við fáum inn í okkar samfélag sérfræðinga og alltaf nýjast sem að gerast í heiminum og Íslandi, vörpum ljósi á það og lyftum því svolítið upp þannig að við höfum svona góða leiðsögn á þessari vegferð af því að sjálfbærni bara vegferð, það er enginn alveg búinn að massa þetta. Þannig að við erum öll bara að við þurfum að vinna rosa hratt og læra hratt af hvert öðru og þess vegna er það mikilvægt að bjóða svona leiðarljós. Sjálfbærni er nefnilega flókin og samfélagsábyrgðin er flókin og hún gerist á svo mörgum stöðum þannig að maður þarf að hugsa þetta sem svona kerfisnálgun. Það þarf að vera sterkt leiðarljós, þú ert að vita hvert þú ert að fara og síðan þarf fólk að vinna saman þvert á alls konar deildir og ráðuneyti og geira. Ég held að það sé mikilvægt að þegar við hugsum áskoranir að við tölum bara heiminn af því að plánetan er eitt vistkerfi og við þekkjum það sem eyríki. Hafið í kringum Ísland er hafið sem tilheyrir jörðinni, til dæmis. Loftið sem við höndum að okkur sömuleiðis. Þannig þetta er allt saman samofið. Og ég held að sé kannski svona þrjár áskoranir sem langar að nefna. Það er í fyrsta lagi þetta augljósa, það er loftslagsváin og það er svo staðreynd að við erum að ganga á mörk náttúrunnar og getu jarðarinnar til að endurnýja kerfin sín. Það er hinn stóra mikla áskorun samtímans. En síðan langar mig líka að nefna að aukin ójöfnuður í heiminum er ein helsta áskorunin líka sem blasir við okkur og COVID hefur svolítið sett ójöfnuð á stera, þannig að auðsöfnun hefur svona orðið meiri á fárra hendur á tímum COVID og líka bara að þau ríkisvæði og fólk sem stóð höllum fæti ástand þeirra hefur versnað að mörgu leyti. Þannig að til dæmis bara leið okkur til þess að ná heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna að minnka fátækt. Þar höfum við dregist rosalega aftur út af COVID. Síðan langar mér að nefna í þriðja lagi, það er hluti af þessari tækniþróun sem er líka að gera svo rosalega mikið fyrir okkur og fleyta okkur hraðar áfram og svona. Og við þekkjum það all bara í COVID að þá erum við meira í fjarvinnu og við erum meira að vinna online og við fólk í útlöndum, við ferðumst ekki smikið og svona. Og þetta er bara gott og vel. En það sem gerist í leiðinni er að við erum líka að setja rosalega mörg egg í sömu körfuna. Þannig að netið er orðið líka ákveðin svona átakavöllur. Þannig að ein svona mesta ógnin sem blasir við okkur er netöryggi. Þannig að það er til dæmis cyber security á ensku. Það er orðið orð sem er að koma meira inn í sjálfbærni umræðuna á alþjóðavettvangi sem ég held að við förum svolítið líka að ræða betur á komandi misserum. Ég held að það sé alveg augljóst að bara á allra síðustu árum, ég myndi kannski segja svona 3 árum sirka, að þá erum við að vakna mjög hratt upp. Þar á undan gerist þetta svolítið hægar en ég held að bara allra síðustu ár, 2-3 árin, þá er komið svona urgency í umræðuna og lög og reglur eru að breytast. Þetta er bara allt umhverfið að breytast. Við könnuðum einmitt svona hvernig við varum að standa okkur fyrir síðustu janúarráðstefnu meðal fyrrverandi formanna og stjórnarmanna og starfsfólks og festu og svona okkar helstu tengiliða hvernig við værum að standa okkur íslenskt atvinnulíf og við fengum einhverjum 5,5 af 10 mögulegum. Og í rauninni voru skilaboðin þau að við byrjum tiltölulega hægt fyrir 10 árum síðan þegar festa var stofnuð en núna bara allar síðustu ár þá hefur rosalega margt breyst og ég vil bara meina að eins og bara í samfélagi festu að það eru þetta leiðandi aðilar sem eru þar og hafa þennan ásetning
Þannig að það rosalega margt spennandi, mikilvægt og gott að gerast. Og það sama á við hjá yfirvöldum, en það sem að ég myndi kannski segja að svolítið mikilvægt að við hugsum allavega, veltum fyrir okkur hvort þetta sé rétt eða ekki. Erum við öll og okkar helstu hagsmuna aðilar í íslensku samfélagi að gera okkur fullkomlega grein fyrir því að sjálfbærni ekki val, það ekki viðbót. Þetta bara grundvallar forsenda fyrir því að við stundum viðskipti, neytum, kjósum og tökum ákvarðanir. Ég held að það sé kannski einhver svona vendipunktur sem við þurfum að ná, þannig að það verði miðlægt í ákvörðunum að við séum ekki gera neitt nema það stuðli bara að sjálfbærni. Hugmyndir okkar markaðs- og hagkerfi að breytast og forsendurnar sem við höfum verið að byggja á í áratugi með innvæðingun og svona skilaði okkur á ótrúlega góðan stað að mörgu leyti, en við erum almennt sammála því að þarna eru stóri brestir. Og eitt af því sem mér langar svolítið að nefna, það núna loftslagsfundur Sameinuðu þjóðanna í nóvember. Og sérlegur erindreki Breta sem annar gestgjafinn á ráðstefnunni, Mark Carney, fyrrverandi seðlabankastjóri Englands sem dæmi. Og ástæðan fyrir nefni það að því að það svo mikil áhersla á fjármagn núna. Og hann gaf nýverið út bók sem heitir Values og essið í Svega. Að því raunverulega inntakið þetta, þannig að fjalla hagsögun okkur og hvernig við hugsað pening og fjármagn í gegnum tíðina. Og hann að segja og benda okkur á að við eigum verð fyrir allt. En kunnum við að verðmeta allt. Þannig að tré í regnskó minna virði heldur en timbur í hillu í búð. Þetta svo mikilvægur punktur, þannig að hvernig við verðmetum hlutina eitthvað sem við þurfum algjörlega að endurskoða. Þannig að við til dæmis ár hvert verjum við meiri pening í ís og tölvuleiki en við verjum í að vernda náttúruna svo hún getur endurnýja krafta sína til þess að halda okkur lifandi áfram. Þannig að ég held að þetta sé annar svona vendipunktur sem gott fyrir okkur öll að hugsa. Þannig að við sem einstaklingar, þeir sem fyrirtæki, stofnun, hvað stjórnendur, foreldri, þjálfari, hvað sem það að við hugsum svona, við þurfum að breyta hugarfarinu okkar. Það eiginlega stærsta áskorunin. Og ég held að ef þú færir í svona sérfræðingahópa á 20 stöðum í heiminum til að ræða sjóða niður hvað stærsta áskorunin liggur, þá það bara að breyta hugarfarinu, af því að við vitum alveg nóg. Við þurfum bara að breyta hegðun okkur á hugarfari og það alveg áskorun, við þekkjum það bara í persónulegu lífi, en það alveg hægt. Við getum gert erfiða hluti. Hvað það sem fyllir mig bjartsýni og gefur mér svona von? Mér finnst það frábær spurning og ég þurfti alveg að hugsa það. Ég frekar bjartsýn svona eðlisfari. En að útlitið samt líka bara, það líka pínu svona blík. En ég hugsaði bara á endanum þá það fólk sem vekur hjá mig von. Það bara fólk, við þurfum líka svolítið átt okkur á því að kerfin okkar þurfa að breytast. En kerfin taka ekki ákvarðanir ein og sér, það fólk sem gerir það. Þannig ég held að fólk og hugvit og nýsköpun og líka bara svona, þegar fólk tengt við sjálfan sig og náttúruna og fólki í kringu sig, að taka ákvarðanir út frá þeim stað. Og við sjáum bara stórkostlegustu, flottustu, framsæknustu, hugrakkustu hugmyndirnar koma líka frá fólki sem þorir að orða hlutina og hugsa stórt og hugsa annað og ímynda sér eitthvað sem ekki orðið núna en sækjast eftir að verða veruleika. Það þær hugmyndir í heiminum í dag sem að gefa okkur von. Þannig ég held að ég bara fyrst og fremst trú á mannfólki, á manneskjunni og þessu sammannlega og þegar við erum tengd inn á við og við hvort annað og náttúruna þá held ég að góðir hlutir geti gerst.